Vilhjálmur Bjarnason hefur stefnt kaupsýslumönnunum Björgólfi Thor Björgólfssyni og Birgi Má Ragnarsyni fyrir njósnir. Hann segist orðinn var sig og enginn eigi að þurfa að þola slíkt. 2 vikna vopnahlé sem samið var í Íran í gær þegar í hættu. Ísraelsmenn halda áfram árásum á Líbanon og Íranar hóta að draga sig út úr vopnahléinu haldi þær árásir áfram. Hlutabréfamarkaðir tóku kipp og olíuverð snarlækkaði vegna vopnahlésins. Sérfræðingar segja þó aðfangakeðjur enn í uppnámi og langt þar til allt kemst í samt horf. Vegir á Norðurlandi eru margir illa farnir eftir veturinn. Víða hefur flætt yfir þá. Skagfirðingur segir að bæjarlækir hafi skemmt margar heimreiðir í sveitinni. Hátt í 400 verslingar tóku þátt í forvarnardegi ungra ökumanna í dag. Bílslys var sviðsett á bílastæði skólans. Þetta ótrúlega og allir þurfa í rauninni að fá að sjá svona einu svona allavega finnst mér. Gott kvöld. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi alþingismaður, hefur stefnt Björgólfi Thor Björgólfssyni og Birgi Má Ragnarsyni fyrir njósnir og útilokar ekki að fleirum verði stefnt. Hann krefst þess að Birgir verði sviptur lögmannsréttindum. Okkur var njósnað og ég tel að engin maður eigi að þurfa að líða fyrir svona njósnina þessu tagi. Auk njósnastefna Vilhjálmur Ólafur Kristinsson lögmaður Björgólfi Thor og Birgi Má fyrir brot gegn rétti til einkalífs, umsáturseinelti og brot á persónuvernd. Forsögu stefnunar má rekja til umfyllunar Kveiks í apríl í fyrra njósnir eftirlitsfyrirtækisins PPP. En þar kom meðal annars fram að Björgólfur Thor hefði árið 2012 látið það fylgjast með fólki sem stóð að málsókn gegn honum eftir fall Landsbankans. En Vilhjálmur og Ólafur voru þar í forsvari. Birgir Már var framkvæmdastjóri Novators félags Björgólfs og samkvæmt gögnum Kveiks skipulagði hann aðgerðirnar. Ég skulle segja það að ég byrja nú alltaf að líta vel í kringum mig fyrir utan húsið heima hjá mér, hvort að það er eitthvað óeðlilegt þar. Og ég svona var mig og mér líður beinlínis illa yfir því að eiga þetta hugsanlega í vendum, vonandi þó ekki. En ég tel heldur að aðrir eigi ekki að þurfa að líða fyrir þetta og ég tel að íslenskt viðskiptalíf eigi ekki að þróast með þessum hætti. En hefði ekki verið næra að stefna þeim sem framkvæmdum, þeir sem fylgdust með okkur? Ég veit það ekki, það er nú, verkkaupin, hann er náttúrulega þá sem ber ábyrgð á þessu og það er hann sem að hvetur til þessa glæpsamlega tilgangs og við teljum að það sé rétt að þeir svari til saka fyrir sinn áhuga, en það er hins vegar ekki þar með sagt að við munum láta staðar numið. Þannig að fleiri gæti orðið stefnt? Já. Og þá hafa Vilhjálmur og Ólafur sent kvörtun til lögmannafélagsins þar sem þeir fara fram á að Birgir Már verði sviptur lögmannsréttindum. Allt það sem kemur fram í stefnunni er í rauninni brot á siðareglum lögmanna. Vilhjálmur og Ólafur krefja samtals 264 milljóna króna í miskabætur með dráttarvöxtum frá desember 2012, auk greiðslu málskostnaðar. En upphæðin er tvöfaldur sá kostnaðar sem Björgólfur og Birgi Már eru sagðir hafa lagt út. Bætur eru gjarnan reiknaðar einu sinni til 10 sinnum á þessum grunni, þannig að þetta eru hógvær tala. Í stefnunni er meðal annars reifaðar sá aðstöðumunur sem er á stefnendum og stefndu sem séu meðal auðugustu manna landsins. Já, það er náttúrulega hefur þau áhrif á alvarleika brotana að menn sé að beita efnahag sínum, peningalegum efnum sínum til þess að ráðast á aðrar persónur. Ekki náðist í Birgi Má við vinnslu fréttarinnar en talsmaður Björgólfs Thors vísaði yfirlýsingu hans síðan í fyrra þar sem hann sagðist hafa talið PPP vera löglega upplýsingaöflun. Hann hefði greitt 8 en ekki 33 milljónir fyrir verkið og meint að njósnir hefðu ekki verið að hans undirlagi. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa miskunnað sig yfir Íran með því að samþykkja vopnahléssamkomulag á 11. stundu í gærkvöld. Sameinuðu þjóðirnar gagnrýna yfirlýsingar Trumps áður en vopnahléð komst á.
Hótun Trumps árásir á Íran sem myndu eyða allri siðmenningu þar ef Hormúzsund yrði ekki opnað fyrir olíuflutningum vofði yfir almenningi þar stærstan hluta gærdagsins. Íranar voru samt brattir á þeim tíma. ترامپ که حرف خیلی زیاد میزنه و خیلی هاشم اندازه دهنش نیست نمیتونه جلوی قدرت مردم ایران واسه. Aðeins klukkustund áður en fresturinn sem Trump gaf rann út var tilkynnt að samið hefði verið 2 vikna vopnahlé í Íran. Varnar- og stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna segir Írana hafa verið undir miklum þrýstingi. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. Í færslu á Truth Social í dag sagði Trump að engin auðgun úrans myndi eiga sér stað og að Bandaríkin myndu í samstarfi við Íran grafa upp og fjarlægja allt kjarnorkuryk sem væri djúpt grafið í jörðu. Íranar samþykktu einnig að opna Hormúzsund en sú opnun virðist mjög takmörkuð. Bæði Trump og þjóðaröryggisráð Írana hafa lýst yfir ótvíræðum sigri með samkomulaginu. Sameinuðu þjóðirnar hafa á hinn bóginn vakið sérstaka athygli á orðræðu Trumps frá í gær að þurrka út heila þjóð eða siðmenningu. There is no military objective that justifies the wholesale destruction of a society's infrastructure or the deliberate infliction of suffering on civilian populations. Þegar AFP-fréttastofan spurði Trump hvort hann myndi standa við fyrri hótanir eyðingu innviða tækist ekki að ná varanlegu friðarsamkomulagi, sagði hann, þið verðið bara að sjá hvað setur. Hallgrímur, hvað sem líður þessu vopnahléi þá enn svona frekar ófriðlegt í Miðausturlöndum, er það ekki? Jú, Íranar hafa til að mynda haldið áfram árásum á nágrannaríki sinn, meðal annars á olíuframleiðslu í Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum og það bárust líka fregnir af því að drónar hefðu verið skotið niður yfir Sádi-Arabíu sem voru þá líklega frá Íran líka. En þá líta Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn svo á að þetta vopnahlé nái ekki yfir árásir Ísraelsmanna á Hezbollah í Líbanon. Þær árásir sem sagt, í dag eru þær mestu síðan frá því að stríðið hófst. Þegar síðast fréttist þá voru minnst 112 drepnir og yfir 800 særst. Og árásirnar hafa verið að beinast dálítið af borgaralegum mannvirkjum og þá jafnvel sjúkrahúsum. Þannig að er þá einhver von það að þetta vopnahlé haldi? Já, við getum allavega sagt að þetta sé mjög brothætt vopnahlé og svona sem dæmi það, þá sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, að árásir Ísraelsmanna á Líbanon væru brot á þessu vopnahléssamkomulagi. Al Jazeera og íranskir fjölmiðlar hafa svona sagt frá því að yfirvöld séu tilbúin að draga sig út úr samkomulaginu og að Íranar muni jafnvel hefna þessar árása á einhvern hátt. Íranar birtu síðan í gær tillögur í 10 liðum sem erfitt að sjá að Bandaríkjamenn geti samþykkt, meðal annars að öllum viðskiptaþvingunum verði aflétt og að Íranar nái algjörum yfirráðum yfir Hormúzsundi. Talsmaður Hvíta hússins sagði reyndar í dag að aðrar tillögur væru núna upp á borðinu sem væri svona betra að vinna með. Það hefjast friðarviðræður í Islamabad, höfuðborg Pakistan, á föstudag og það verður J.D. Vance sem leiðir þær viðræður fyrir hönd Bandaríkjanna. En almenningur í Íran reynir svona að halda í bjartsýninni á að þær viðræður verði upphafið af einhverju svona varanlegri lausn. همیشه پابند نبوده به مزار، حتی در مورد لبنان و غزه ما شاهد بودیم که بارها نقض کردن و این آتشبس رو کاملا یه جانبه زیر پا گذاشتن. انشالله که پایبند باشن، ادامه داشته باشه با مردانگی و همیشه تو صلح وقتی میشه مذاکره کرد، صحبت کرد، پاسدار میتونه از طریق مذاکره. چند وقته مگه ما الان چقدر تحریمیم تونستیم پیش ببریم و ضررشو داره ملت و مملکت داره واقعا میده به نظر من. این موقعیت مناسبیه به نظرم. اینجوری ادامه بده و دست بالا رو گرفته موقعیت خوبیه. En ástandið hefur vantilega haft áhrif á Írani víðar en í Íran, eða hvað? Jú, ekki síst náttúrulega vegna þess að það hefur verið nánast algjörlega net- og símasambandslaust í landinu frá því að stríðið hófst. Við ræddum við mann frá Íran sem búsettur hér á landi og á stóra fjölskyldu í Íran, meðal annars bæði foreldra og systkini. Og hann segir afar erfitt að geta ekki tekið upp símann og heyrt í sínu fólki í þessu ástandi. Actually, it's so hard and kind of awful situation in Iran, which is unfortunately the dictator government. They shut down the internet. Now it's 40 days, absolutely no internet in Iran.
Á þessum 40 dögum hefur hann aðeins náð að tala við fjölskyldu sína tvisvar. Á sama tíma hafa Bandaríkin og Ísrael látið sprengjum rigna yfir landið. Það eru leiðir til þess að ná sambandi við umheiminn en þær eru dýrar og flóknar. Maybe from 10,000 people, maybe 2 or 3 of them can contact the internet, which is some way proxy or something. Leo hefur ekki mikla trú á að vopnahléið haldi, sökum þess að skilyrðin verði ekki samþykkt. No one, I think, would like to have a war in the country. But unfortunately, we have a dictatorship government, and the Iranian people wants to regime change. Og til þess þurfi íranska þjóðin aðstoð. Which is US came to support the Iran. I'm always saying, this is my idea. I'm saying if Trump have a 10 reason to attack to Iran, maybe the 11th ones is the Iranian people. For me now it's like the two enemy fighting each other in our land. En árásir á innviði og orkuver landsins séu ekki leiðin áfram. The Iranian people wants a secular democracy country. We want to have some, for everything be democracy. We've been with the dictatorship for 47 years. It's enough. We want to have the people has to choose for themselves what they want and what's gonna go for future. Leo hefur búið hér í 7,5 ár og finnur mikinn stuðning frá samfélaginu. Always talking about the Iran and supporting and always hug me and asking about my family, which is I really appreciate it, and I know all the Iranian people really appreciate it about this. I want to say takk fyrir Íslandi, takk fyrir. Hallgrímur, stríðið hefur haft mikil áhrif á olíuverð og það hefur verið að sveiflast í dag, er það ekki? Jú, og það með miklum krafti. Við sjáum það hérna á myndinni sem kemur hérna að verðið var í svona 60 til 70 dollarum þangað til stríðið hófst þarna í lok febrúar. Það stígur síðan hratt upp og nær hámarki hérna í gær þegar verðið í svona yfir 110 dollarum. En í morgun tekur það þessa skörpudífu og svona í rétt yfir 90 dollarum á tunnuna núna. Hlutabréfavísitölur, þær hafa líka hækkað töluvert í dag. Hvernig þetta þróast síðan óvíst, það ennþá óviss varðandi opnun Hormúzsunds. Það bárust fréttir í gær því að Íranar hefðu lokað því aftur. Talsmaður Hvíta hússins sagði í dag að Íranar hefðu hins vegar gefið beint vilyrði fyrir því að sundið yrði opið. En allar þessar sveiflur, þær hafa náttúrulega áhrif víða heim og þar Ísland engin undantekning. Það kemur ekki óvart að olíu- og gasverð á heimsmarkaði hafi sveiflast í dag. Við finnum öll fyrir þessu, þó ekki nema að væri hérna við dæluna. Í byrjun mars kostaði lítrinn af bensíni einhvers staðar á bilinu 212 til 14 krónur víðast hvar. Í dag hann komin í 242 til 4 víðast, 30 kalli meira. Það þýðir að fyrir svona kall, sem kannski með 35 lítra tank, kostar 1000 kalli meira að fylla. Þetta sést glöggt í tölum ASI sem miðar þó ávallt við lægsta fáanlega verð. Línan næstu því beint upp á við. Síðdegis var ekki að sjá að nein breyting gæti orðið á lítraverði bensíns. Í Evrópu farið að gæta skorts en ekki hér, segir forstjóri Skeljungs. Eins og staðan núna þá búum við vel að megnið af olíunni sem notað á Íslandi kemur frá Noregi, frá vinum okkar þar. Og eins og staðan þar að þá eru þeir í góðum málum. En það ekki bara bílar sem ganga fyrir eldsneyti, skip og flugvélar líka. Í upphafi stríðs var þegar skortur á þotueldsneyti og verð á því hefur hækkað meira en á öðru eldsneyti. Eldsneytiskostnaður einn af stærstu kostnaðarliðum og hann hefur ríflega tvöfaldast núna á örskömmum tíma. Þannig að þetta hefur verulega áhrif á okkur og fluggeirann í heild sinni og eitthvað sem fer að sjálfsögðu út í verðlagið smá saman. En það mikil óvissa í þessu og sveiflurnar eru gríðarlegar, jafnvel innan dagsins. Þannig að við bara fylgjumst vel með og vonumst að sjálfsögðu eftir því að svona ástandið róist og lægist. Það mildar höggið fyrir Æslandi að þegar hefur við gengið frá samningum 40% af áætlaðri notkun miðað við áætlunarferðir félagsins út árið. Og Bogi segir það verð hafa verið mjög hagstætt. Olía ekki bara eldsneyti, hún líka smurolía til dæmis. Og þar hafa byrgjar sumra viðmælenda fréttastofunar varað við skorti. Þótt nægar birgðir séu víðast hvar á landinu sé meira pantað í hverju viku og sumir byrgjar segist nú einungis geta afgreitt helming þess sem pantað Breytist það ekki gangi hratt á birgðir og áhrifa þess gæti víða. Skipaflotinn, bifreiðaverkstæði, verktakar, iðnaðarframleiðsla og bændur þurfa smurolíu til að halda starfsemi sinni gangandi.
En svo eru bara hliðavörurnar, smurolíur, efnavörur, bara hvað sem plast, framleiðsla eins og ég segi, að þetta fer alltaf högta. Og ofan á þetta allt bætist hækkandi flutningskostnaður. Flutningskostnaður við lausafrakt, til dæmis korn og áburð, en líka timbur og stál hefur hækkað nærri helming samkvæmt heimildum Fréttastofu. Íslensku gámaflutningafélögin, Samskip og Eimskip sögðust aðspurð einnig hafa lagt á sérstakt bensíngjald. Allt skilar sér þetta beint út í verðið og þær hækkanir eru ekki enn komnar fram nema að litlu leyti. Í morgun biðu 187 olíuflutningaskip eftir því að komast Hormúsund og enn umferðin mjög lítil, sem kannski ekki skrítið því byltingavörðurinn sendi síðdegis enn þá skilaboðum að sundið væri lokað og að skotið yrði á öll skip sem reyndu að fara þar Alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið Eurasia Group segir að 2 mánuði taki að koma öllu aftur að stað og enn lengri tíma að lagfæra skemmda innviði. Á meðan gætir áhrifa á verð og framboð alls konar varnings. Orkumálastjóri Evrópusambandsins orðaði þetta með afgerandi hætti í marslok. Because energy infrastructure in the region has been ruined by the war. What I find extremely important is to state as clearly as I can that even if that peace is here tomorrow, still we will not go back to normal in a foreseeable future. Meira þessu tengt. Tugir tóku þátt í mótmælum samtaka hernaðarandstæðinga við bandaríska sendiráðið í Reykjavík í dag. Þeir kröfðust þess að íslensk stjórnvöld slíti samstarfi við Bandaríkin vegna stríðsreksturs. Við erum náttúrulega mætt hérna út af náttúrulega Íransstríðinu og það sem náttúrulega sérstaklega kveikti í fólki í gær og í fyrradag voru þessi ógeðslegu ummæli Trumps að hóta tortímingu heilla siðmenningar. Og maður sá að þetta sjokkeraði fólk og fólk sem jafnvel kannski voru svolítið samdauna þessum sífelldu bara fréttum sem við höfum verið að fá af hryllingnum og hótununum og orðræðu Trumps. Ráðamenn fyrir tíma voru kannski ekki alltaf einhver lömb en þeir svona gættu aðeins orðfæri síns og það segir kannski sitt meðvirknissamband heimsins gagnvart Trump að hann geti hótað þjóðarmorði á sunnudegi en svo sé allt í lagi vegna þess að hann segir bara allt í plati á mánudegi. Auðvitað þetta ekkert líðandi og raunum að segja að bara hótanirnar eru stríðsglæpur. Þetta hræðilegt ástand, bara allan heim og bara verið að myrða fólk og saklausa borgara og börn og almenningur bara horfir á Netflix og hefur það næs. Mér finnst þetta ógeðslegt og ég held að við förum að vakna kannski ef einhver droppar í kjarnorkusprengju lengst í burtu þá hefur það áhrif líka hér eins og að gera á sínum tíma. Til orðaskaks kom milli mótmælenda og stuðningsmanna Írans og Bandaríkjanna sem mættu einnig á mótmælin og veifuðu fánum landanna tveggja. My nation is none of your business. Iran will be free. Ítrasta krafa náttúrulega svo að við segjum okkur úr NATO og segjum upp varnarsamningnum en ég held að svona lágmarkskrafan sé svo að það verði einhver mótmæli við þessu að við gerum eitthvað til þess að sýna það að við tökum ekki þátt í þessu. Þá snúum okkur að öllu friðsamlegri fréttum. Töluverð hlýindi og leysingar hafa verið á landinu í dag og í gær. Vatn hefur flætt yfir vegi á Norðurlandi og holur myndast í slitlag. Grafið hefur úr vegköntum og sumstaðar þurft að loka vegum. Vatn hefur flætt hér yfir vegi víða við Sunnvitningabrautina í Húnavatnssýslu og vegagerðin hefur verið að vara fólk við því að þetta geti gerst mjög skyndilega. Víða hefur hraði verið tekinn í 30 km/klukkustund. Grafið hefur verið úr vegköntum og vegagerðin vinnur hörðum höndum að gera við það sem skemmdir hafa orðið. Í Skagafirði hafa verið miklir vatnavextir í Héraðsvötnum og flætt hefur inn á tún og niður heimreiðar. Snjólétt orðið í firðinum eftir mikla snjókomu síðustu vikur en vatnið hefur verið í rénun í dag. Það bara fer alltaf flot hérna niður frá, náttúrulega misjafnlega mikið, það ekki svo mikið núna og það sem verst náttúrulega að maður veit aldrei hversu mikill skaði verður, þú veist, hvort að allir skurðir verða ónýtir eða hvort að túnin verða ónýt eða þetta náttúrulega bara lítur vel út núna það sem að koma undan en auðvitað ekki að hláka búin þannig niður frá. Héraðsvötn sem liggja við bæ Guðrúnar eiga það til að vaxa mjög hratt í leysingum. Hins vegar gerði asahlákum daginn og bæjarlækurinn olli skaða á heimreiðinni hjá henni.
það snjóaði nú töluvert þarna og kom svo bara hláka og hiti þarna í daginn og þá náttúrulega flæddi bara hérna ofan úr ásnum og kannski litli lækir sem að skila sér síðan svo bara hérna niður eftir. Og það var á mörgum fleiri bæjum þar sem að bæjarlækirnir og annað bara rústaði heimreiðunum. Og þú veist, þetta gerðist svo hratt að vatnið skar sig bara í djúpa skurði niður eftir heimreiðunum. Ekkert bara hjá mér, líka hjá fleirum öðrum hérna. Vegagerðin vinnur að því víða á norðanverðu landinu að veita vatni í rétta farvegi og fylla upp í það sem grafið hefur úr vegbrúnum. Þá eru margir vegir þar og á Vesturlandi og Vestfjörðum holóttir og illafarnir eftir veturinn. Á Austurlandi hafa fjölmörg lítil flóð fallið og í Gilsfirði á Vesturlandi féll krapaflóð sem fór yfir veg. Ekkert flóðana hefur þó ógnað byggð. Bojnir Jóhannesen, formaður Fólkaflokksins, verður næsti lögmaður Færeyja. Hann aðeins 29 ára og verður sá yngsti til að gegna embættinu. Bojnir hefur leitt stjórnarmyndunarviðræður 3 flokka sem hófu skömmu eftir kosningar í lok mars. Auk Fólkaflokksins verða Sambandsflokkurinn og Jafnaðarflokkurinn í nýrri ríkisstjórn Færeyja. Formaður Jafnaðarflokksins og fráfarandi lögmaður Axel Waff Jóhannesen sem föðurbróðir Bojnis. Flokkarnir 3 verða með rúman meirihluta á færeyska þinginu, 24 þingmenn af 33. Nýr stjórnarsáttmáli verður undirritaður á morgun og þá verða helstu áherslur nýrrar stjórnar kynntar. Allir ættu að finna hvernig það að koma að bílslysi, segir nemandi í verslunarskólanum, en í dag var bílslys sviðsett á bílastæði skólans. Tilefni var forvarnardagur ungra ökumanna. Markmiðið náttúrulega bara að hafa áhrif á ungt fólk og fá þau til þess að hugsa aðeins. Við erum að tala hérna við fyrsta bekkinn í Versló og við erum að reyna að ná á þau þegar þau eru að fara að taka bílprófið, þannig að þau fara aðeins að pæla áður en þau fara út á veginn. Þetta í fyrsta sinn sem forvarnardagurinn haldinn á höfuðborgarsvæðinu. Hátt í 400 nemendur hlýddu á fyrirlesturum umferðaröryggi þar sem megin áhersla var lögð á hættuna sem fylgir því að nota síma undir stýri, akstur undir áhrifum, hraðakstur og bílbeltanotkun sem hefur dregist saman meðal ungs fólks. Þá sýndu viðbragðsaðilar hvernig þeir athafna sig þegar þeir kom að bílslysi sem var sviðsett fyrir utan skólan. Mér finnst það mjög fræðandi. Ég vissi ekki að væri svona mikið mál að taka fólk úr bílnum. Bara mjög áhugavert, gaman að sjá hvernig þetta gert. Það er frábært að fá svona kennslu og fá að sjá þetta í alvörunni. Maður hefur ekkert séð svona í raun og þú veist, þetta er ótrúlega og allir þurfa í raun að fá að sjá svona einu svona allavega, finnst mér. Mér fannst það bara mjög mikilvægt af því að nú er búið að vera að gerast einhverju svona hlutir sem að við erum bara sem samfélag búin að þurfa að fara í gegnum. Mér fannst bara mjög mikilvægt að við öll fáum kynningu á þessu. Þetta eitthvað sem tengist öllum, það þekkja allir eitthvað sem hefur lent í svona slysi og svo þegar við erum að ræða þetta kannski í stofunni og við erum að reyna að fræða þetta, það bara verður ekki eins áhrifaríkt og þegar við sjáum kannski með eigin augum og heyrum lætin í töngunum og þegar við erum að rífa fólki út í bílunum. Ég fékk bílpróf í janúar þessu ári, þannig að ég byrjaði. Og heldurðu að svona fræðsla komi til með að breyta eitthvað hvernig þú umgengst umferðina eða ert í umferðinni sjálfur? Sjálfur ég mjög passasamur í umferðinni en þú veist, fyrir aðra kannski sem eru það ekki þá mun þetta alveg klárlega hjálpa sko. Við skulum vona það. En þá skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins. Fjöldi einstaklinga sem þiggur aðstoð vegna átraskana á barna- og unglingageðdeild hefur meira en tvöfaldast frá árinu 2022. Efni á samfélagsmiðlum sem hvetur til meðrunar talið eiga hlut að máli. Hvernig metur þú ástandið núna? Mér finnst það bara rosalega alvarlegt. Í kastljósi í kvöld rýnum við líka í jörðina frá tunglinu séð og fleira forvitnilegt úr tunglleiðangri Artemis 2. Og þá að veðri. Í fyrramálið útlit fyrir sunnan 5-13 metrar á sekúndu með skúrum en þurrt og bjart landið norðaustanvert. Hiti 2-8 stig. Snýst í suðvestan 8-15 seint á morgun með slydduéljum og síðar éljum þegar kaldara loft sækir að. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Íslenska kvennalandslið handbolta spilaði í kvöld afar mikilvægan leik gegn Færeyjum í undankeppni EM. Þrátt fyrir að vera í neðsta sæti riðilsins var Ísland enn með örlögin í sínum höndum. Ísland mætir Úkraínu og Englandi í næstu viku í undankeppni HM kvenna í fótbolta.
Leikmenn Íslands búast við öðruvísi leik gegn Úkraínu en á móti Spáni og Englandi í síðasta mánuði. Við kíkjum á Spánna fyrir bestu deild karla í fótbolta og heyrum í Rory McIlroy sem vill verja titilinn á Mastersmótinu í golfi. Íþróttir hér eftir augnablik. Þá skulum við rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Vilhjálmur Bjarnason hefur stefnt kaupsýslumönnunum Björgólfi Thor Björgólfssyni og Birgi Má Ragnarsyni fyrir njósnir. Hann segist orðinn var sig og enginn eigi að þurfa að þola slíkt. 2 vikna vopnahlé sem samið var í Íran í gær er þegar í hættu. Ísraelsmenn halda áfram árásum á Líbanon og Íranar hóta að draga sig út úr vopnahléinu haldi þær árásir áfram. Hlutabréfamarkaðir tóku kipp og olíuverð snarlækkaði vegna vopnahlésins. Sérfræðingar segja þó aðfangakeðjur enn í uppnámi og langt þar til allt kemst í samt horf. Vegir á Norðurlandi eru margir illa farnir eftir veturinn. Víða hefur flætt yfir þá. Skagfirðingur segir að bæjarlækir hafi skemmt margar heimreiðir í sveitinni. Hátt í 400 verslingar tóku þátt í forvarnardegi ungra ökumanna í dag. Bílslys var sviðsett á bílastæði skólans. Næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hann er umkomulaus, það vekur í manni svona móður föt. Maður hugsa að býttu, ætlar nú að fara að drekka. Nú reykiru, er ekki ráð að hætta því. Þú ert alltaf blankur. Hvar ætlar að borða næst? Kiljan, þáttur sem er fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðinni. Sinfóníukvöld í sjónvarpinu, upptaka af tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu. Stefán Ragnar Höskuldsson, fyrsti flautuleikari í Fílharmoníusveit Berlínar, flytur flautukonsert Liebemanns. Hirtu peningana og forðaði þér. Nútíma listasafni Kunsten í Álaborg fékk listamanninn Jens Honing til að